Faðir minn, bara skulum rísa á fætur og biðja saman. Faðir minn, þökkum við fyrir Drottinn og bara ef þið eru með einhverja einstaklinga í ykkar hjarta, bara leggjum það fram fyrir Guð í dag. Bara Drottinn, við þökkum við fyrir Drottinn að þú ert Guð endurreisnarinnar, Drottinn. Við þökkum við fyrir Faðir að þú getur umbreytt öllum hlutum, Drottinn. Og við biðjum að koma inn í aðstæður þessar ungu stelpu, Drottinn, og þessar ungu stelpna, Drottinn, sem eru að núti, Faðir. Og við biðjum að vaka yfir þeim og gefa þeim, Drottinn, frið, þinn frið, Faðir. Og Drottinn, fyrir alla þá sem að labba í myrkri í dag og þessu landi, Drottinn. Ég biðji Faðir minn að þú gefi vakningun í landið okkar, Drottinn, vakningun í þjóðin okkar, vitunda vakning það, Drottinn minn, það að fólk fara að átta sig á því hvað í gangi, Drottinn. Að fólk fara að horfa til þín, Jesús. Og við lyftum höndunum til þín, Jesús, og við þökkum þér fyrir þann dag, Drottinn, ef þú snertir þessa þjóð, Faðir minn. Og við þökkum þér fyrir, Faðir, að þú munt snerta þessa þjóð. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Gaman að sjá hvað eru margir í kvöld. Horfið aðeins í kringum ykkur. Sjá allt fólki sem inni. Sem samankomið til þess að lyfta upp nafni Drottinn, sem samankomið til þess að reyna að öðlast frelsi fyrir sitt líf eða til að gefa öðrum frelsi. Hvar vill ég staðsetja mig? Hvar vill ég standa? Hvernig vill ég haga í lífi mínu? Það sem að kannski Karda sagði ekki á hann var að þessi stelpa, hún hafði tækifæri til þess að hún kom inn í samtökin, eða ekki? Hún hafði tækifæri til að vinna sporin en hún var ekki tilbúin. Hún hafði tækifæri til að gefa Guði allt en hún var ekki tilbúin. Vita, systkini, að þetta er grafalvarlegt. Vita að hvar viljum við staðsetja okkur? Ef þetta er þverhnípt niður og hérna er ég í góðum málum, vill ég þá bara standa á brúninni? Vill ég þá bara vera hérna eitthvað með líf mitt? Vill ég taka þessa áhættu með líf mitt? Eða vill ég staðsetja mig hérna, þar sem ég er ekki hættu á að falla, þar sem ég er ekki hættu á að detta? Vill ég taka áhættu með mitt líf? Af hverju misti ég mig? Af hverju ger ég mistök? Af því að ég er að leika mér á syllunni. Af því ég stend á syllunni, ég stend ekki frá. Og ef eitthvað getur kennt ykkur það að standi ekki á nálægt syllunni, þá er ég, því ég hef dottið svo oft. Ég hef fallið svo oft, ég hef runnið svo oft á raskatið. Ég var frelsaðist í 97 fyrst, gaf Jesú Kristi líf mitt, fór í kirkju, hætti í kirkju, datt í það, fór í fangelsi. Tók mig 8 ára að koma tilbaka og það kostaði einn mann lífið. Af því ég stóð á brúninni. Veit það, systkini, það er svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við verðum að gefa Guði allt. Við verðum að gefa honum allt. Þú verður að gefa honum allt. Þú verður að rétta fram lífið. Og ef þú spyr mig kannski af hverju stendur þú hérna ennþá 5 ára setna rúmum, eða komið 5,5 ára núna, af hverju stend ég hérna ennþá? Af hverju stend ég hérna ennþá? Af hverju er ég ennþá að predika? Af hverju er ég ennþá að lofa Guð? Af því ég gaf Guði allt. Af því ég skildi ekkert eftir. Vitið að ég átti sendingu sem var að koma yfir hafið. 2.000.000 króna virði. Og ég sagði bara strákana, þið með eiga þetta, ég er hættur, ég er farinn. Af því ég varð að gefa Guði allt. Ég gat ekki haldið neinu fyrir sjálfa mig. Og Guð talaði inn í líf mitt og hann sagði, Baldur, þú verður að velja. Annarkvort verður að þjóna mér eða þjóna hinum. Og ég gaf þetta frá mér og ég stend hérna enn 5,5 ári setna. Auðugri en nokkru sinni fyrr. Uppfullur af sönnum og sönnum auð. Og þá er ég ekki að tala veraldleg gæði. Heldur þann auð sem að Guð hefur gefið mér í hjarta mitt, þann auð sem að Guð hefur fyrirbúið fyrir mig, þann karakter sem ég hef að geyma í dag, þann mann sem ég hef að geyma þegar ég gef honum part af mínu lífi.
En ég þurfti líka að gefa honum allt. Ég get ekki haldið í 2 heima og ætlast þess að lifa af. Maður verður að gefa Guði allt. Hvar viljum við standa? Hvar vill ég standa? Ég veit að ég vil standa. Hrópandi inn í myrkrið. Það er til lausn. Það er til von. Það er til líf. Við höfum aldrei að myrkrið og kvíðin og óttin sem er yfir þessu landi hefur örugglega aldrei verið meiri kvíði og ótti heldur en akkurat núna. Samt hefur við aldrei haft meiri gæði heldur en akkurat núna. Allt þetta sem er haft fyrir okkur, endalaus fjölmiðlar, endalaus leiki, skemmt, það er endalaust hægt að hafa fyrir okkur. En hvað hefur það gert? Það hefur fjarlægt okkur frá hinu sanna tilgangi. Það hefur fjarlægt okkur frá því hver við erum og það hefur dregið okkur á tálar til þess að elta einhverja tálsýnir. Og ég þekki það svo vel, ég elti mína tálsýn í mörg ár. Ég held að lífið yrði betra þegar ég yrði einhver svona fíkniefna kóngur. Ef ég myndi bara eiga kókaini sem ég var með, sem ég skuldaði alltaf fyrst. Ef ég myndi bara eiga það, að þá myndi mér líða aðeins betur. Þá yrði þetta ekki svona mikið erfiðleikar, þá yrði þetta ekki svona mikið ströggl. Eina sem breyttist þegar ég átti það, að holan innra með mér var stærri. Ég var meira uppfullur af tómleika. Ég var meira uppfullur af ótta og kvíða. Og því lengra sem ég fór, því meira var tómarúm innra með mér. En ég var þeirra gæfu aðnjótandi að það var fólk sem bað fyrir mér. Ég var þeirra gæfu aðnjótandi að frændi minn sem seinna hengdi sig, hann bauð mér í heimahóp. Hann sagði, Baldur, af hverju kemur ekki með mér í hann heimahóp? Ég fór með honum í heimahópin og það var svona eins og það sem ég var vakin upp aftur. Það sem ég fekk aftur að finna kærleika Guðs, það sem ég fekk aftur nýtt tækifæri frammi fyrir Guði, nýtt tækifæri til að leyfa honum að lifa í mér, til að leyfa honum að vaksa í mér og ég fengi að deyja. Nokkrum mánuðum seinna þá sagði frændi minn að ég man hann var að vinna sporin á sama tíma og ég var að vinna þau og hann sagði við mig, Baldur, þú ert að taka þessu allt og alvarlega. Þú verður nú aðeins, þú þarft nú ekki að vera svona rosalega heiðarlegur. En vitið hvað? Hann hengdi sig síðan. Hann vafði snöru, hann labbaði hérna upp í kirkjugarð og hann hengdi sig við hliðin á líkgeymslunni. Hann tók sitt eigið líf, 22 ára gamall. Vitið að við erum að berjast upp á líf og dauða. Við erum með sannleika sem getur leyst fólk frá dauða yfir líf. Og við erum ábyrg. Okkur á ekki að standa á sama náungan, okkur á ekki að standa á sama þann sem enn er úti týndur. Við eigum að vera þessi útrétta hönd, við eigum að vera tilbúin til þess að gefa fólki í vitnisburðin okkar. Við eigum að vera tilbúin þegar Guð talar og segir, talaðu við þennan, biddu fyrir þessum, hringdu í þennan. Af því að þannig virkar Guðs ríkið. Og sama spurningin, hvað vill ég sjá mikið? Og þá spyr ég bara sjálf á mig, hvað vill ég gefa mikið? Hversu mikið er ég tilbúin til þess að gefa Guði? Hversu mikið er ég tilbúin að leggja á vogarskálarnar? Er ég að segja það að við eigum að fara í einhvern helgislepjuleik og þykjast vera heilög og allt það? Nei, ég er að segja það að við eigum að gefa Guði tækifæri til að vinna með hjörtun okkar. Við eigum að gefa Guði tækifæri til þess að koma inn í hjarta okkur að breyta okkur. Við eigum að segja, Drottinn, hér er ég. Hér er allt sem ég á. Hérna eru alla syndina mínar. Taktu þær frá mér og leystu mig. Því ég þrái frelsi. Er einhvern inni sem þrái frelsi, sem þráir að lifa ekki í ótta og kvíða, sem þráir að lifa með líf í fullri glæð, þar sem að fögnuðurinn er fullkominn. Það sem að ríki Guðs nær fram að ganga. En það getur ekki gerst ef við ætlum að gefast upp með annarri hendinni og vera með hina hendina fyrir aftan bak. Þetta Guð horfur á hjarta okkur, hann sér að rétta. Í 6 mánuði var ég að selja eiturlyf og predika Guðs orð.
Guð sagði mjög skýrt við mig eftir 6 mánuði. Ég var mjög siðblindur. Ég gaf rosalega mikið af peningunum og ég held að Guð þyrfti á þeim að halda. Ég var alveg búinn að plana hvernig ég ætlaði að byggja flottustu kirkju á Íslandi. En Guðs ríki verður ekki byggt á einhverju svona. 6 mánuði eftir ég var búinn edrú í 6 mánuði þá talaði Guð til mín og sagði þú verður að hætta öllu. Leið og Guð talaði þetta inn í hjarta mitt. Þá fór ég að gafa allt upp á bátinn. Það skildi allt eftir og ég hélt áfram. Ég fór með jeppa minn og skipti honum í Hyundai Accent, örugglega 87 eða 89 eða eitthvað, sem var alveg að hrynja. Og samt var svo magnað, svo var ég að eins og að fara, Guð sagði mér að ég var að fara á okkar mót og ég átti engan pening og ég man eftir ég fór að setja olíu á bílinn, það setja mjög oft olíu á hann, hann var svo gamall og þeir glemdi að setja olíulokið á í bensínstöðinni, ég fekk hann greiddan út og það var nóg fyrir flug með honum og móturinn sem ég var að fara út í Kanada. Guð notar ótrúlega leiðir til að blessa okkur. Veit að Guð ekkert megn. Honum ekkert megn, hann getur tekið lífið þitt núna og hann getur snúið algjörlega við. En eina sem þú þarft að gera er að segja já. Eina sem þú þarft að gera er að segja já, Drottinn, ég vill lausn. Ég vill ekki lengur lifa á þessum stað, þar sem ég á ekki hennar sigur, þar sem ég hef ekki stjórnina. Við það systkini verum ekki kölluð til að lifa einhverju meðalmennsku, nei, við erum kölluð til að lifa í blessunum og í nektum og veist það, Guð, hann vill bara blessa okkur og blessa okkur og blessa okkur. Ímyndaðu þetta, þú átt pappa, hann svo ríkur, að útgerðarmennirnir á Íslandi, þeir eru bara einhver peð við hliðina á hann. Hann á öll auðæfi heimsins. Og þú situr og heldur að þú eigir að lifa við eitthvað skort. Við það systkini, okkur ekki ætlað að lifa við eitthvað skort. Okkur ætlað að lifa með líf í fullri gnægð. Og Guð mun sjá okkur fyrir sérhverri þörf. Í 3 ár þá vann ég hérna í fullu sjálfboðastarfi. Ég fór til útlanda 1-2 ári. Samt var ég bara sjálfboðavinnu hérna í kirkjunni. Þetta Guði ekkert megn. Og hann þráir að blessa þig. Mér langar að fara í opinberuna bókina. Í 12. kafla. 10. vers. Og ég heyrði mikla rödd af himni segja: Nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs og veldi hans smurða. Þetta hjálpræðið komið. Veldi hans smurða komið. Vegurinn, það búið að leggja veginn að föðurnum. Það allt tilbúið. Eina sem við þurfum að gera er að segja já. Eina sem við þurfum að gera er að koma með líf okkar fram fyrir Guð og setja það á vogaskálarnar. Það ekkert annað sem við þurfum að gera, heldur en að gefa Jesú Kristi líf okkar. Og þegar við höfum gefið honum það, að þá mun allt annað veitast okkur að auki. Að Guð talar með það, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Ég hef svo oft verið að leita af draumunum mínum, að leita af því sem að ég vill fyrir mitt líf. En samt, með að lesa þetta vers, byrjuðum við leita fyrst ríkis hans og réttlæti. Og hvert ríki hans og réttlæti? Réttlæti hans að elska alla menn. Réttlæti hans að fyrirgefa öllum mönnum. Réttlæti hans að gefa frjálsa hinna hrjáðu, að leysa þá sem eru bundnir. Það ekki að standa og dæma, nei, réttlæti Guðs ekki að standa og dæma. Réttlæti Guðs að standa með opinn faðminn, tilbúin að faðma hvert sem tilbúin að horfa á hann í drullupollinn og sjá það sem að Guð hefur gróðursett. Vitið það getur hver sem staðið og bent á syndarann og sagt út skítur. Það þarf engan eðlisfræðing til að sjá það getur hver sem séð það. En það sannan Guðsmann til að horfa inn í augun á þeim sem týndur, það sem syndari og sjá gullið sem Guð hefur grafið þar. Og það það sem við erum að gera hérna. Við erum að reisa upp þá sem eru týndir. Við erum að kalla heim þá sem eru týndir. Komdu heim, hver dag náðardagur.
Í dag dagur frelsis. Það sem að Guð ætlar að gera stóra hluti fyrir þitt líf. Af því hann elskar þig. Af því þú dýru verði keypt. Eða dýru verði keyptur. Af því þú verðmætur eða verðmætt. Og mér alveg sama á hvaða stað þú ert á í dag. Mér alveg sama hvað þú horfir oft í speilin og dregur sjálfa þér niður. Mér alveg sama hversu slæmt álit þú hefur á sjálfu þér. Í dag vill ég segja þér að þú ert konungsborinn. Þú ert sonur og dóttir. Þú ert sonur og dóttir konungsins sem á mestu auðæfin af öllum. Sem er ríkastur og sterkastur og mestur af öllum. Og hann berst fyrir þig. Og hann mun ekki hætta að berjast fyrir þig á meðan þú lyftir upp höndunum og lofar hann. Hann mun aldrei sleppa þér hendinni. Og ég veit það, systkini, ég er búin að horfa framan í dauðan oftar en einu sinni, oftar en tvisvar á þessum 5 árum. Ég er búin að bera litlu systur mína ofan í gröfina á þessum rúmum 5 árum sem ég er búin að redrú. Ég hef aldrei þurft að drekka. Veit þið hvað lykillinn er? Að ég hef alltaf lyft upp nafni Drottins og oft hef ég ekki skilið og ég hef bara sagt, Guð, veist, ég skilði þig ekki. Ég veit samt að allt samverk til góðs þeim sem trúir. Og ég lofa þig, þegar við búum í föllum heimi, að það munum slæmir hlutir ske, en að eiga hennan frið og eiga þessa vitneskju það hver hann þegar að stormurinn skellur á, að eiga þessa fótfestu sem að slæra á bringuna á manni og maður bara hreyfist ekki því að maður á þessar rætur niður í Guði. Því maður er fengið að vaxa og þroskast með honum. Það er vonin. Því að niður hefur verið varpað kærandra bræðra vorra og honum sem kæri fyrir Guði vorum dag og nótt. Það er búið að sigra hann. Það er búið að sigra þann sem að kæri þig. Röddin sem að dregur þig niður. Röddin sem segir þú sett ómögulegur, þú getur þetta ekki. Draumandi þínu mun aldrei rætast. Þú ert ljótur eða ljót, þú ert feitur eða feit. Þú getur þetta ekki. Þú kemst ekki lengra. Þessi rödd, hún er sigruð. Og eins og þú ert að gera er að segja, Jesús, sjáum þetta fyrir mig. Ég nenni ekki að hlusta á þetta röfl. Og veit að stundum þarf maður bara að skrifa niður, hver vill ég vera? Og standa fyrir fram á speilinu og ég gerði það. Ég er heiðarlegur, ég er fallegur, ég er dýrmæt sköpun, ég er yndislegur, ég er sonur. Ég er sterkur, ég gefst ekki upp, ég held alltaf áfram. Ég er heiðarlegur, ég sel ekki eiturlyf. Ég er yndislegur. Og veit að allt hatrið sem ég átti í hjartanum mínu, ég gæti ekki verið í röð, þú veist, ég gæti ekki verið einhverstað röð á hans að lenda í slagsmálum. Ég var gjörsamlega óælandi og óferjandi. Í dag þá get ég ekki hjálpað að elska fólk, ég bara elska fólk og það er eitthvað bara innra með mér, það er bara Guð innra með mér sem flæðir og ég á svo miklu meiri elsku en ég átti á hatri áður. Guð er gjörsamlega að snúa öllum hlutum við í lífi mínu. Af því að tilbúin að gefa honum allt, af því að tilbúin að leggja líf mitt á vogarskálarnar, af því að tilbúin að segja ég er búin að fá nóg af þessum viðbjóð og það er ekki eins og ég hafi verið að gefa honum einhverja gersemar. Óttan og kvíðan og viðbjóðin sem var í hjartanu mínu, hatrið og afbrýðsemina, hrokan. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins, það áttið á okkur, og þeir. Hver eru þeir? Það eru þið. Það er ekki verið að segja að Jesús hafi sigrað hann. Nei. Og þeir hafa sigrað hann, ákærandan, fyrir blóð lambsins. Það talaði um blóð í kristninni og kannski þið sem eru nýskiljað ekki, en vitið að þegar alltaf áður en að Jesús kom, að þá þurfti alltaf að fórna frumburðunum af lömbunum, frammi fyrir Guði fyrir syndi mannanna og þegar blóðið rann á steinin og eldur Guðs kom og kveikti fórninni að þá var búið að borga fyrir syndirnar og þetta þurfti að gera, þess vegna tala svona mikið um blóð og eitthvað en þarna að þá höfum við sigrað hann fyrir blóð lambsins að því við höfum hreinsast af blóði lambsins að þá höfum við sigrað hann því að það er blóðið hans sem rann á Golgata, frelsisverkið þegar Jesús Kristur fór á krossin, vitið að ímyndið ykkur fyrir 2000 árum, þá lenti hann hérna niðri hann fór á krossin, sjáu þið hann dó svona konungur konunga hann lét lífið fyrir þig og mig til þess að við gætum átt frelsi hann kom og dó, hann var negldur á kross
Við neldum hann á krossinn þegar hann kom til þess að frelsa heiminn og við tókum ekki við því sem hann vildi segja. Hann gerði ekki neinu neitt. Hann elskaði bara fólk, hann læknaði þá sem voru blindir. Ímyndið ykkur, það var ráðist á hann í kirkjunum fyrir að lækna á hvíldardegi. Blind fólk. Ímyndið ykkur, og hjartað okkur er svo oft svona, það er dæmandi. Við viljum ekki horfa á það sem Guð er að gera. Heldur viljum reyna að horfa fram hjá því sem hann er að gera. Ég veit það að þegar hann eldur á krossinn og þegar hann var laminn á krossinn, að þú hélt óvinnurinn kannski í nokkra mínútur hann hefði sigrað. En hann fór niður til heljar eftir hann lést. Hann fór að náði lyklana til þess að ég og þú getum átt frelsi. Hann fór að sigraði allt óvinnarins veldi með blóði sínu. Svo fór hann með blóði sitt fram fyrir föðurinn á himnum og sagði það er fullkomnað. Það er búið að vinna verkið. Þetta er búið. Við höfum sigrað. Vegurinn er opinn, pabbi. Við getum hleypt þeim öllum inn. Ég er búinn að greiða veginn. Til þess að ég og þú getum átt frelsi, til þess að ég og þú getum átt lífi fullum gnægð, til þess að ég og þú getum átt samfélag föðurinn og tjaldið það rifnaði inn í það allra helgasta það sem að Guð var fyrir gyðingunum og það var bara myndum og það nú er þetta opið fyrir alla. Það er enginn að óttast. Það er enginn að óttast. Þetta er opið fyrir alla. Sigurinn er unnin. Sigurinn er unnin og það er líf framundan. Það er líf framundan fyrir mannan og síðustu 2000 ár þá hefur þetta fagnaðarerindi verið predikað frammi fyrir mönnum og það hefur verið predikað og það fór á stað 12 menn fyrir 2000 árum síðan, tæpum, og í dag eru meir en 1 billjón manna frelsaðir. Í Kína þá frelsast 30.000 manns á dag. 30.000 manns sem að gefa Jesú Kristi líf sitt á dag inn í undir svona, þú veist, það er megar ekki sem lofa Guð, það er bannað. Þú getur lent í fangelsi fyrir að lofa Guð og þeir eru í svona underground kirkjum og fólk er að frelsast. Fólk er að frelsast út allan heim. Vita að drottinn er að koma. Hann er að koma að sækja ykkur. Hann er að koma, vita, hann er búinn að berjast. Sigurinn er unnin. Og þú getur tekið þátt í sigrinum. Þú getur unnið risann í þínu lífi fyrir að hafa sigraðan fyrir blóð lambsins og hvað kemur svo? Og fyrir orð vitnisburðar síns. Á okkur vitnisburðinni? 3 vitnisburð. Veit það að ég á svo marga vitnisburði, ég veit ekki hvað ég á að byrja. Veit það að Guð er búinn að gera svo stórkostlega hluti í lífið mínu síðustu 5 ár. Ég veit ekki hvað ég á að byrja. Hann hefur gjörsamlega viðsnúið öll í mínu lífi. Þú átt líka vitnisburð. Og veit þið hvað ég geri? Þegar ölduhæðin rís, þá fyrir ég að minna mig á vitnisburðina. Já, Guð, ég man þú tókst mig úr þessum aðstæðum. Ég man drottinn þú fjallaði þetta fjall úr lífi mínu. Ég man þú tókst þetta frá mér. Og þegar ég fer að tala út vitnisburðin, bæði við sjálfa mig og aðra, þá sé ég fólk leysast. Þá sé ég fólk frelsast. Þá sé ég mig leysast. Því ég veit, ef Guð hefur tekið mig í gegnum þetta áður, hann mun að taka mig í gegnum þetta aftur. Og því lengra sem ég labba með drottni, því meira er ég viss og því meira vex trú mín. Vitið að fyrstu 2 árin þá efaðist ég svo mikið. Þá var ég alltaf fullur að efa og það er svo eðlilegt að efast þegar maður þekkir ekki, maður hefur ekki séð sjálfur. En svo með því að ganga með Guði, með því að gefa honum meira og meira á sín lífi, þá fær maður að upplifa meiri trú, þá fær maður að upplifa meira af því hvernig Guð bara fjallaðir ekki fjöllin, heldur splundrar þeim úr vegi manns. Og það er vitnisburðurinn sem leysir. Það er vitnisburðurinn sem leysir. Þegar ég segi frá því sem Guð hefur gert fyrir mig, þá hugsaður ykkur út í sal, Guð getur líka gert það fyrir mig. Veit að ég hef svo oft séð að þau hefur verið með lækningasamkomur og við hefur kallað einhvern upp sem hefur læknast af einhverju og hann hefur talað út og leið og hann talar út og byrja fólk að læknast í salnum af því að trúi býti ef Guð gerir þetta fyrir hann, þá getur hann gert þetta fyrir mig. Þess vegna er vitnisburðurinn okkar svo mikilvægur af því að hann brýtur okið af hinum. Af því að okið brotnar af. Og það er það sem þarf að brotna til þess að við getum hort upp í himinin, til þess að við getum hort á frelsarinn okkar. Og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði.
Og það þetta óttaleysi. Það þetta óttaleysi sem við þurfum að eiga. Fullkomin elska rekur út allan ótta. Þegar ég átta mig á því að Guð elskar mig, þegar ég átta mig á því sem hann gerði fyrir mig á krossinum, ímyndið ykkur, hvað þarf að elska ykkur mikið til þess að gera þetta fyrir hann? Hvað þarf að elska ykkur mikið til þess að ganga upp í þetta, vitandi að þetta sé að fara að koma fyrir þig? Hversu mikið þarf að elska ykkur til að gera þetta? Til þess að láta þetta eigi líf fyrir einhvern annan. Elska Guðs svo mikil fyrir þig að hún mun leysa þig úr öllum vandræðum lífsins. Ef þú vilt bara trúa því að hann vilji elska þig sama hvað. Ef þú vilt bara trúa því að hann vilji gefa þér algjörlega nýja byrjun. Hann pabbi þinn. Faðirinn á himnum pabbi þinn. Og hann miklu betri faðir heldur en nokkuð jarðnesku faðir. Og þegar hans elska hefur umlykið þá mundu ekki óttast neitt. Þú mun ekki æja við dauðanum. Af því að fullkomin elska rekur út allan ótta. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Veis ég jörðinu og hafinu, því að djöfullin stigið niður til yðar í miklu móð. Því hann veit að hann hefur nauman tíma. Og veit að systkini, ég fór á Akureyri fyrir 3 vikur síðan cirka. Ég fór á afund og það var að tala það á fundinum að 2 ungir, fennt ungt fólk, ég vissi ekki hvort það var stelpur eða strákar, sem hefur tekið sitt lífið bara í þeirri viku. Bara á Akureyri, í þessum litla bæ. Ég myndi ykkur 2. Og ég fór út, og við fórum út að borða og ég hringdi eitt strák sem að, hann var svo skemmtilegur og svo fyndinn og hann var með okkur í bekk og fórum út að borða og við ákváðum að hringja hann þegar við vorum komin á Greifan og hann kemur þarna og byrjar að segja brandara eins og vanalega og ótrúlega skemmtilegur strákur. Og hann síðan skutlaði mér upp á hosteli sem ég var á og við tölum heilengi saman. Hann átti konu sem var ólétt af tvíburum, sem með 3 ólæknandi sjúkdóma, þessi kona. Og við vorum að tala bara svona lífið og tala Drottinn. 3 dögum seinna tók hann sitt eigið líf. Ímyndið ykkur, þá voru konið 3 á 2 vikum í þessu litla bæjarfélagi. Vitið að 2011 þá komu helmingi fleiri á bráðamóttökuna heldur en 2010 vegna þess að þeir hefur reynt að taka sitt eigið líf. Helmingi fleiri. Og það voru yfir 400 manns sem því það er meir en 1 á dag sem kemur ná á bráðamóttöku í þessu litla landi sem við búum, sem er að reyna að taka sitt eigið líf, sem er búin að gefast upp. Og vitið að við erum að lausna það, systkini. Við höfum bæði bænina til að brjóta niður þetta vald sem er yfir þjóðun okkar og svo höfum við orð vitnisburðarins til að tala út til fólks, til að leysa, til að gefa því von, til að gefa því frelsi. Það er komin tími til þess að við förum að trúa á það hver hann er í okkur. Að við förum að sjá raunverulega hvað við getum gert. Það er komin tími til að við förum að standa upp og segja hingað og ekki lengra. Ég ætla að standa í skarðinu. Ég ætla að gefa þér allt, Drottinn, til þess að fleiri megi lifa. Skulum lúta höfði. Ég þekki hvernig það er að vilja taka mitt eigið líf. Og ég get ekki hneykslast af fólki sem tekur sitt eigið líf, sama hverjar aðstæðurnar þeirra eru. Af því ég þekki myrkrið sem kemur á undan því að vilja taka, ég þekki andan sem kemur yfir mann. Og ég man eftir ég reyndi einu svona svipta með lífi og tók fullt af pillum heima á frænku minni. Hún ákvað að koma inn miðjanótt og kíkja á mig einhverju hluta vegna og fann mig á gólfinu froðufellandi og bjargaði lífi mínu. 2 mánuðum á undan og þá hafði ég reynt að hengja mig í Danmörku og ég man eftir að ég var gjörsamlega, mér fannst ég vera byrði og ég vissi að það var engin lausn til. Mér var búin að líða illa síðan ég var 13 ára. Búin að vera með stöðugar sjálfsmorðstilraunir og nú var ég komið alveg kjark til þess að loksins taka bara og enda þetta og ég man ég hengdi mig í svona leðubelti í bita sem hékk í herberginu sem ég var á og svo man ég byrjaði að hengja og svo man mér fór að líða vel og svo vaknaði ég á gólfinu og ég man hvað mér leið ömulega illa, ég gat ekki einu sinni drepið mig. Og gjörsamlega fullur af ótta og ég kíkti á beltið. Það var búið að skera beltið. Það var bara svona beinn fínn skurður í leðubeltinu.
Ég veit ekki hvers vegna það gerðist. Ég veit ekki hvað það var sem gerði það, en það var eitthvað sem hélt mér á lífi. Og ég kýs að trúa því að það hefur verið Guð sem hefur leyst mig undan þessu. Þannig að gefið mér annað tækifæri. Og í dag annað tækifæri fyrir þig og ég finna það inn í þetta fólk í dag sem búin að hugsa að taka sitt eigið líf. Og ég finna að hjarta mitt algjörlega brotið fyrir því. Við skulum bara lúta höfðinu, við skulum bara algjörlega lúta höfðinu og Faðir minn, ég þakka þér fyrir Drottinn og þú byrjar að eiga við hjörtu þeirra Drottinn sem eru búin að missa alla von Drottinn og ég bið þig Faðir að opna hjörtu þeirra Drottinn og ég bið þig að koma svo sterkt á þau núna Faðir minn að finna svo mikið frið Drottinn að við megum sjá að það til eitthvað annað og í Jesú nafni áttu ekki valdi yfir anda sjálfsmorðs og ég skip honum að fara hérna út núna og í Jesú nafni þá leysi ég himnaríki yfir hann á stað. Ég leysi lækningu og lausn Drottinn og ég þakka þér fyrir Faðir. Lausnina sem þú hefur gefið Drottinn. En í dag nýr dagur fyrir þig. Í dag dagur til að gefa Jesú Kristi lífið þitt. Í dag dagur sem Jesús Kristur ætlar að gefa þér frelsi. Ég veit ekki hvort þú þarft að endurnýja heitin við hann eða þú hefur aldrei vitað hver hann var. En ég ætla að segja við því í dag, ef þú vilt lausna þá lausnin í boði núna og mér langar að sjá hendina þín á lofti ef þú vilt fá lausn frá því sem hefur verið að binda þig niður og maður sjá hendur á lofti og haldið hendunum uppi og rísið á fætur því í dag lausna dagur. Í dag dagur til að taka stöðu sína og segja nei, hingað og ekki lengra. Í dag dagur til að vera hugrakkur og koma hérna fram og gefa Jesú Kristi líf sitt. Komið þér fram, það ekkert að óttast því að Jesús Kristur með lausn fyrir þitt líf í dag. Jesús Kristur með lausn fyrir þig í dag og hann ætlar að brjóta af þér okið. Hann ætlar að gefa þér nýtt líf af því að hann hefur gefið þér von og vonin hér í dag. Komið framar. Jesús, Drottinn, ég þakka þér fyrir Drottinn að það er sigur hérna inn í dag Drottinn og í Jesú nafni Faðir þá leysum við himnaríki en í aðstæðu sérkvæmsu einsinna Drottinn og Drottinn minn í Jesú nafni þá skipa ég anda sjálfsmorðs að fara úr sérkvæmum að einum hérna inni Drottinn. Í Jesú nafni hefur hann ekkert leyfi til að kvelja þau börn sem hafa komið hér fram og gefið líf sitt. Halleluja, Jesús. Heilagrandi, ég bið að byrja að vinna og ég bið að koma með frið og lausn og lækningu, heilagrandi. Lausn og lækningu og von, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, það sem þú ert að gera þetta í kvöld, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það, Faðir, að þú ert að snerta hjörtu sem aldrei fyrir, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir lausnina og ég sé bara fólkinn í kvöld labba úr fangelsum, fólk sem hefur verið bundið í mörg ára og ég sé þið bara labba út úr fangelsun í dag því í dag náðardagur og það er sérstök náðinn inn í kvöld til þess að losna undan því sem hefur verið að kvelja þig og ég finna þar ennþá fólkinn í salnum sem það er að vera þetta inni og það ég finna svo hjartað á mér sé haldið fast því það er einhverjum inni, þú átt að vera þetta frammi, hlauptu fram, ef ég væri þú þá myndi ég ekki labba þetta fram, ég myndi hlaupa þetta fram og ég myndi gefa Guði allt. Ég myndi segja, hér er ég og ég vil fá frelsi, ég vil fá lausn, ég vil fá lækningu. Ég vil fá það sem er í boði, Drottinn. Ég vil fá lífið þitt inn í mig. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag, Drottinn. Ég þakka þér fyrir lausn og lækningu, Drottinn. Ég þakka þér fyrir yfirflæðandi smurningu. Ég þakka þér fyrir rykið smurðaðir hér og ég þakka þér fyrir að lausnin fer salinn hér. Einn yfir okkur eitt af öðru, Drottinn. Ég þakka þér fyrir lausnin og lækninguna, Jesús. Ég þakka þér fyrir lausnin og lækninguna, Drottinn. Í Jesú nafni, Faðir. Þá þakka þér fyrir, Drottinn. Ég þakka þér, Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir algjört frelsi, Faðir. Þú skulum bara lyftum, setjum, bara þið sem hérna frammi, setjið hendurna svona fram og byrjið bara að anda ykkur nærvera Guðs, eins og Guð sé að fara að gefa ykkur gjöf. Bara verið tilbúin að taka á móti gjöfinni, því að heilagur andi er hér og byrjið bara að anda ykkur heilagum anda. Vitið að loftið hérna er alveg nauðsýkt og heilagur andi í Jesú nafni og þakka þér fyrir, Drottinn, að allt sem er ekki frá þér, Drottinn, það fer ég hann út núna.
Og allt sem frá þér, Drottinn, að það fer hérna inn núna í sérhvern og einn, Drottinn. Við skulum bara vera tilbúin að taka móti því sem Guð er með. Heilagur andi Jesús, heilagi Faðir. Við getum fengið fyrirbiðjendur til að koma og byrja að biðja fyrir fólkinu. Mér finnst við að biðja aðeins lengur og aðeins að bara byrja að lofa Guð og biðja áður við förum með frelsisbæna því að Guð er að gera eitthvað stórkostlegt verk í hjörtunum ykkar. Guð er að gera eitthvað stórkostlegt innra með ykkur og ég finn bara hvernig hjörtin ykkar er að mýkjast. Faðir minn, ég þakka þér fyrir lausn og lækningu, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir yfirflæðandi ástina þína, Drottinn. Og í Jesú nafni, Faðir, þá leysum við himnaríki yfir. Drottinn, í Jesú nafni, himnaríki, komi ríkið þitt, Faðir. Komi ríkið þitt og verði viljið þinn. Komi ríkið þitt og verði viljið þinn, Drottinn Jesús. Komi ríkið þitt og verði viljið þinn. Komi ríkið þitt og verði viljið þinn, Drottinn Jesús. Komi ríkið þitt og verði. Komi ríkið þitt, Jesús. Ó, Jesús, 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 Jesús. Heilagur Jesús. Við lofum þig, Jesús, og við þökkum fyrir nærveru þína, Drottinn. Ég þakka þér fyrir lausnina, Drottinn, sem þú hefur gefið. Ég þakka þér fyrir Faðir yfirflæði, Drottinn. Ég þakka þér fyrir lækninguna, Drottinn Jesús. Heilagur, 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 heilagur Jesús. Heilagur Jesús, Jesús, Jesús. Uramalala Yeshua, ilalala biðja saman bænina sem við bjóðum Jesú Krist velkomin í hjörtun okkar. Ég bið fyrst og þið endur takið það sem segir. Við segjum, elsku Faðir, ég kem fram fyrir því í dag sem syndari og ég þrái lausn. Ég trúi því að þú hefur sendt Jesú Krist í þennan heim til að deyja fyrir mína syndir. Ég trúi því að hann sé sonur þinn. Ég iðrast synda minna og ég þrái lausn. Viltu fyrirgefa mig, Drottinn? Viltu leysa mig, Drottinn? Viltu gefa mig líf í fullri gnægð? Því í dag vil ég vera barnið þitt. Vilt þú vera pabbi minn?
Í Jesú nafni. Faðir minn, þökkum við fyrir sérhvern og einn sem inn í dag, Drottinn minn, sem hefur gefið þér líf sitt, Drottinn. Og við þökkum við fyrir það, Faðir, það sem þú hefur gert inn í kvöld, Drottinn. Og þú hefur leyst fólk fjötrum, Drottinn. Það þú hefur veitt bandingum frelsi, Drottinn. Og þú hefur gefið lausn í kvöld, Drottinn. Þú hefur leyst, Drottinn, og fangelsum, Drottinn. Og þú hefur brotið, sundur brotið hlekkið inn í kvöld, Drottinn. Og í Jesú nafni, Faðir, og biðja að magna þetta verk sem þú gert inn í kvöld, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, allt fólki sem að koma heim til þín í kvöld, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir lausnina Jesús Kristur. Ég þakka þér fyrir að þú dóst á krossinum til þess að við getum átt þetta frelsi. Ef þú ert inn í kvöld og þú þarft að fá frelsi frá ykkur öðru, hvað sem það er, þú þarft að fá frelsi fyrir ykkur, komdu fram og legðu á altarið. Komdu bara hérna fram. Veistu að það er svo sterk nærvera hérna. Þú mynd bara að losna, þú mynd bara að öðlast frelsi. Hvað sem það er, sígarettur, kynlífsfíkn, klámfíkn, hvað það er, átfíkn. Gefðu Guði þetta hérna í dag. Legðu þetta á altar hans í dag, því það er frelsi hérna í dag. Það er lausn hérna í dag, það er lækning hérna í dag.